Þegar Davíð var búinn að sprauta sig í bílastæðahúsinu fór hann á kaffistofu Samhjálpar í Borgartúni, þangað sem hann fer á nánast hverjum degi og fær sér að borða. Það þakkarlega guði fyrir þessa kaffistofu, sko. Já. Davíð 38 ára og ólst upp í Reykjavík og á Akranesi, auk þess að hafa verið í sveit við Ísafjarðardjúp. Hann segir að æskan hafi verið góð, allt þar til hann var 10 ára og foreldrar hans gengu í votta Jehóva. Þá breytist allt hjá okkur, sko, það bara, engin ammali og engin jól og já, ég lendi bara miklu einhelti út af þessari trú, sko. Davíð byrjaði að drekka og reykja kannabisefni þegar hann var 12 til 13 ára. Þá fékk hann líka lyfið athyglisbresti. Eitt af lyfjunum sem ég voru á Rítalín, þannig að ég var fljótt sjálfur bara farin að nota þetta, sko, bara að taka þetta niður, sko. Hún byrjaði þetta niður og taka þetta niður, sko. Þrátt fyrir það segir Davíð að hann hafi haft þokkalega stjórn á lífi sínu. Það var ekki fyrr en hann sprautaði sig fyrst, fyrir 10 árum síðan, að allt hrundi. Þetta var búið að taka allt, sem ég ekki vænt og allt sem skiptir máli. Ég er bara öryrki og já, á gistiskýli, sko, Eftir matinn hjá Samhjálp var komið að annarri sprautu dagsins. Þennan daginn dugði kontalginni nefnilega ekki til að halda fíknin í skefjum. Davíð ákvað að nota salernið á kaffistofunni og var ekki einn það. Þarna voru 2 aðrir að sprauta sig á sama tíma. Þetta er Rítalín, Davíð, ekki? Jú. Af hverju tekurðu það? Bara til þess að vera virkur og bara að fylgja verkefnum eftir sem ég ætla að gera í dag. Það er mánaðamót, ég ætla að gera hellingar hlutum. Ég með svona dagsplan, skilu. Núna er ég alveg bara strax, sko, komin í bara svona gír, bara, ég til í hvað sem sko. Á næsta bás var ungur maður að reyna að sprauta sig. Það gekk hins vegar illa, svo hann bað Davíð aðstoð. Nei, ég hjálpa ekki fólki að sprauta sig. Ef þú getur ekki gert það sjálfur, þá bara sleppa þessu. Þarna.